Because of His blessings, all His bountiful blessings, we are healed. Það ekki út af neyðunauð en Jesú Kristi að við erum hér í dag, eins og við syngjum, all because of Jesus we are here. Vegna þess að hann fyllir líf okkar af gleði og hann fyllir það sem ávantar. Og mér langar að segja svo margt við ykkur eftir ferðina til LA við Hafliður að springa. Ég held aldrei upplifað annað eins á ævi okkar, en ég kem kannski að því síðar í samkominu. Syngjum saman áfram, Jesús, þú fyllir líf mitt gleði. Við fáum Aron hér upp til þess að leiða okkur í byrjun með bæn og tilkynningum og annað sem því fylgir. Þá syngjum við saman gamla góðan sálm sem var mjög oft sunginn á tónleikum Under Crowds hér allan heim og allir sungu með og heitir Allt í fús vil yfirgefa.
Amen. Stórkostlegur sálmur. Og megi þetta vera meir en orð hjá okkur. Megi þetta vera það sem við gerum. Að við séum tilbúin að leggja aðra hluti til hliðar og fylgja Jesú. Gefa honum líf okkar og meina það af öllu hjarta. Það er engin betri leið í lífinu heldur en að fylgja Jesú Kristi og leyfa honum að leiða líf sitt. Er ég amen við því? Erum við sammála því? Það er algjörlega það besta. Mér langar að lesa í Rómverjabréfinu, 15. kafla og frá versi 5. En þar stendur: En Guð sem veitir þolgæðið og huggunina gefi yður að vera samhuga að vilja í Kristi Jesú, til þess að þér allir saman einum munni vexa með Guð og föður drottins vors Jesú Krist. Takið því hvern annan að yður, eins og Kristur tók yður að sér, Guði til dýrðar. Amen. Og við skulum gera þetta, við skulum halda utan um hvort annað, við skulum taka utan um fólk, bæði trúsyskin okkar og fólk yfir höfuð. Að fólk mæti þekkja okkur að því að við elskum hvort annað. Það er alls konar bænarefni sem koma hingað inn í kirkjuna og mér langar að við felum þau öll í Drottins hendur. Og ef þið eru með bænarefni þá getið rétt upp hendina og þakkarefni. Svo maður sem við Drottinn að þakka fyrir. Og við skulum fela þetta allt í hans hendur. Drottinn, við þökkum þig fyrir náð þína. Ég þakka þig fyrir að við getum komið fram fyrir þig og við fáum að eiga þig, Guð, sem að elskar okkur og tekur okkur í þinn faðm, Drottinn, og viltu hjálpa okkur að ganga þinn veg. Viltu hjálpa okkur að leggja til hliðar þá hluti sem að hindra okkur og taka athygli okkar frá þér, Jesús minn. Þannig að heilsugur fáum við fylgt þér og lært að fylgja þér betur og betur á hverjum degi, Jesús minn. Og ég bið þess, Drottinn, að þú mætir öllum þessum bænaröfnum sem eru á hjörtum okkur, Drottinn minn. Ástvinir sem eru kannski langt frá þér eða eru veikir eða þjást, Drottinn. Ég bið svo grípir þar inn í, Jesús minn. Viltu mæta og viltu blessa, Drottinn, þau bænaröfnum sem liggja á hjörtum okkar. Og ég þakka þér fyrir við getum falið þessa kirkju í þínar hendur og kirkju þín á Íslandi. Ég bið þess að kirkja þín á Íslandi mætti fá að vaksa, við mættum sækja fram, Drottinn minn. Við mættum leita þín af öllu hjarta, Drottinn, og þannig sjá kirkjuna og þitt ríki hér á Íslandi vaksa. Þannig að margir mættu hljóta blessun af. Og við felum þessa stund í þínar hendur, Jesús. Vilt þú mæta okkur öllum? Ég bið þess að við mættum öll fá að upplifa nærveru þína hér í dag, Jesús minn. Við elskum þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Það eru nokkra tilkynningar. Byrjum á tilkynningu sem að varðar bíl sem að stendur hér fyrir utan. Hann er hvítur KMX 53. Þjófavörnin er alltaf að fara í gang. Þannig að ef þú átt þennan bíl, ég held að sé ekki verið að brjótast inn í hann. Ég held bara að þjófavörnin sé alltaf að fara í gang. Þannig að þið mættu gjarnan tjekka á því sem eigið þann bíl. Vinna í skálunum er alveg á fullu. Ég var þar í gær og ásamt vöskum hóp af fólki og í gær vorum við að einangra og vorum að gifsa og sú vinna er komin vel á stað, búið að leggja fyrir rafmagninu og pípulögnum og gera ótrúlega margt. En það er alveg ótrúlega margt eftir. Og þetta var 3. helgin og það er annað eins. Fyrir ykkur sem ekki viti þá erum við að taka í gegn skálan okkar í Kirkjulækjarkoti, mótstaðin okkar. Cirka 1,5 tíma frá Reykjavík og nú er unnið hverja einustu helgi. Og það er flottur matur, veislumatur í boði fyrir þá sem mæta og frígisting. Þannig ég hvet ykkur til þess að taka frá helgar og fara. Það er nóg fyrir alla að gera, allt duglegt fólk. Þeir sem fara fyrir þessu eru fyrir austan ennþá. Þannig að þeir sem að viljið skrá ykkur getið tala við mig eftir samkomu eða farið inn á hvítasunukirkjan.is og þar eru upplýsingar á forsíðinu hvernig þið getið skráð ykkur. En ekki missa þessu tækifæri til að vera með. Það er einhvern veginn þannig þegar maður tekur sjálfur þátt, þegar maður tekur upp hamarinn eða borvélina, þá eignast maður svolítið í staðnum. Og ég hvet ykkur til þess að eignast aðeins í staðnum í þessu verkefni. Komið og verið með. Alfa námskeiðið fyrir þessa önn byrjar á þriðjudaginn. Síðasta þriðjudag var kynningakvöld og nú er Alfa að fara af stað. Og við sem höfum farið á Alfa eða unnið á Alfa, við elskum þetta starf. Við elskum það sem þetta stendur fyrir og
og það sem maður upplifir í gegnum Alfa. Og ég hvet þig, ef þú hefur ekki farið, að skrá þig og vera með á Alfa námskeiðinu. Eða ef þú átt einhvern vin eða eitthvað sem þið langar að bjóða, að þá er þetta einn besta gjöf sem hægt er að gefa. Það er hægt að kaupa gjafabréf niður í Jötu og núna eftir niður í Jötu verður hægt að skrá sig á Alfa. Þannig endilega nýtið ykkur það tækifæri og skráðið ykkur eða ykkur aðra á Alfa námskeið niður í Jötu eftir. Það er líka útsala í Jötunni. Ég beðin að koma því að framfæri. Ég var einhvern tímann að tala útsalur hérna daginn, en þetta er góð útsala og hvet ykkur til að tjekka á því. Útsala í Jötunni. Og það er líka Facebook síða sem að Jatan er með sem er endilega lækiði hana. Næsta sunnudag þá langar okkur að biðja alla sem er í unglingafræðslunni hjá okkur að koma á samkomuna. Og eiginlega svolítið mikilvægt vegna þess að við ætlum að fá unglingana og við ætlum að gefa þeim glænýja biblíu. Reyndar er biblían ekkert glæný, en hún er sígild og við ætlum að gefa þeim biblíu. Við viljum gefa þeim Guðs orð. Þannig að komið hingað krakkar á sunnudaginn næsta. Við erum að ljúka seríu núna sem heitir Stóru málin. Og við erum búin að vera að fjalla stóru málin. Og þetta er búið að vera mjög svona áhugaverð sería og sömuleyti krefjandi fyrir okkur sem hefur kennt hana, en virkilega hefur verið gaman að stúdera þessi málefni. Er þið ekki ánægð með þessi seríu? Hjúk. Þetta er búið að vera mjög gaman og í dag ætlar hann Helgi að klára seríuna og hann ætlar að taka fyrir málefnið heilsa. Hvað segir Biblían heilsu? Þurfum við einu svona að hugsa hana. Kemur í ljós. Þetta er mjög, mjög spennandi og ég veist að Helgi á eftir að gera þetta mjög vel. Næst byrjum við svo nýrri seríu. 4 vikna seríu sem heitir 1 + 1 er jafnt og 1. Og reikniði nú. Og þetta fjallar hjónabandið. Við ætlum að fjalla hjónabandið og sambönd og hvað Biblían hefur það að segja. Og ég held á tímum okkar í dag, þá veitir ekki að fjalla það. Það sem að mörg sambönd einhvern veginn liðast í sundur og það er alltaf ráðist gegn hjónabandinu. Og við viljum skoða það vel. Og mér langar að segja við þig, þótt þú sért ekki í hjónabandi, að þá er þetta sería sem getur gagnast þér. Og ég hvet alla til þess að mæta og vera spennt fyrir þessu. Flest okkar sem að hugsanlega eru ekki hjónabandi langar á einhverju tímabandi kannski að komast í svoleiðis, eða þú þekkir einhverja sem er í svoleiðis og sem að þú getur hjálpað. Þannig að komið, þetta verður mjög áhugavert og spennandi. 1 + 1 er 1. Ég megi hugsa þetta í allan dag og hvort þetta stenst. Núna ætlum við að taka fórn. Og við tökum fórn til þess að standa með því starfi sem við erum að starfa hérna í kirkjunni. Það er margt sem maður þarf að gera. Sumt þarf að gera vegna þess að það kostar bara svona daglegt, en miklu frekar að það langar okkur að sækja fram. Okkur langar að sjá kirkjuna vaxa og stækka og eflast. Það að vera á einhverjum ákveðnum stað og viðhalda, það er ekki eitthvað sem við viljum sætta okkur við, heldur bara að sækja fram vegna þess að miklu fleiri þurfa að fá að heyra. Og þetta er svona ákveðið tækifæri til þess að fjárfesta í því verkefni. En ef þú átt kost og getur þá hvet ég til að vera með. Amen. Barnablessun í dag, hún féll niður vegna veikinda og hún verður það bara fljótlega aftur. Og við ætlum að syngja sálminn Leiddu mína litlu hendi meðan þegar barnið var búið að blessa það. Mér finnst alveg tilvalið við syngjum það samt bara meðan fórnin er tekin. Þetta er lag sem væri gott fyrir okkur að syngja. Við syngjum mjög sjaldan, erindi 2 og 3. Þetta er lag eftir fyrrverandi forstöðumann Fíladelfíu. Textinn þar að segja, lagið er náttúrulega þekkt. Hann Ásmund Eiríksson, hann samdi þennan texta og Leiddu mína. Við skulum syngja það saman bara meðan fórnin er tekin. Allir saman. Leiddu mína litlu hendi. Sjáðu, líði Jesús að mér ná.
Amen. Þetta örugglega einn af þeim sálmum sem er víðast sungið í kirkjum landsins sem eftir fyrrverandi forstöðumann Hvítusunnukirkjunnar, Ásmund. Víðast sungin í þjóðkirkjunni meðal annars. En við ætlum að fá börnin hérna upp og niður til smá stund. Ég verður þetta að segja örlítið frá ferðinni sem við Hafliði fórum í og Páll Rósinkrans síðasta sunnudag. Komum bara á föstudagsmorgni, við fórum sem sagt í útför Under Crowds sem varaði ekki 1 eða 2 tíma eða 3 tíma, ekki 4 tíma, heldur í 4,5 tíma. Stanslaus tónlist og veisla og kvöldi áður voru tónleikar sem voru líka ekki bara 2 tímar, heldur 4 klukkutímar. Og okkur finnst langt þegar samkoman fyrir 2 tíma og menn eru farin að geispa, þá vorum við hálfnuð þarna úti. Þetta var alveg mögnuð upplifun, þarna voru allar stærstu stjörnur gospelgeirans, allar, ég fann ekki neina sem ég saknaði. Og meðal annars kom hérna Stevie Wonder og tók lagið sem við ætlum að syngja núna. Og þarna í salnum voru þingmenn Bandaríkjaþings einhverja, Jesse Jackson og fleiri góðir. Ég veit ekki að þið þekkju öll þessi nöfn, Kirk Franklin, þið þekkið hann. Og svo átti ég að skila kveðju til ykkar frá henni Lindu McCarthy sem kom hérna á Hátíð vonar og söng með okkur, muni eftir henni. Þeir sem voru þar, hún baði innilega að heilsa til Íslands og líka hún hérna Carol Dennis Dillon sem að söng hérna tónleikum í Háskólabíó Broadway 1997 og hér á sviðinu eftirminnilega 2008, tími líður hratt. Hún söng með okkur hér. Hún tilbúin að koma aftur hérna til Íslands og jafnvel í vor, þannig að fylgist þið vel með. Þá ætlum við að halda vonandi minningatónleika Under Crowds og þá kemur vonandi hún. Og ég bauð Söndru líka að koma og hún skrifaði mér í gær og hún tilbúin að koma til Íslands, bara bjóðu mér, þannig að Sister Under Crowds, það var ekki leiðilegt að fá hana hérna. Og ef þið viljið fylgjast með útförinni, eða, þetta var ekki útför, þeir sögðu aldrei this is not a funeral, this is a celebration of life, þetta fagnar yfir lífi Under Crowds. Og það sem var gegnum gangandi, og þá getið fara á netið, YouTube, sláðu bara inn Under Crowds Celebration og Under Crowds Funeral, þá fáið þið nánast í alla fælana þarna. Við ætlum að reyna sýningur en það eitthvað bilu 12. Þið tjekkja á þessu heima, alveg magnað og allir sem að töluðu Under Crowds höfðu eitt að segja, hann benti alltaf á Jesú. Í öllum lögum sínum, hann var aldrei neinn svona málamiðlun, hann var alltaf bara á Jesú. Öllum tónleikum, þá var boðið fram til altaris eða fram til fyrirbæni, lok fyrir tónleika, spáið það. Og öll hans lög, Kirk Franklin talaði það sko, öll lögin hans fjölluðu Jesú Krist. Og við ætlum að syngja saman og með börnin fara hér upp og niður, þá syngjum við saman gamalt og gott síðan þekkið. Soon and very soon. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King.
Við mörg að það syngja mikið af þessum lögum hans Andrew Crouch fram á vorið til að hita okkur upp og halda okkur í minningunni. Ég segi kannski að því ég held mikið upp á hann, þetta er miklu uppáhaldi á mér, en þegar ég heyrði alla tala sem voru þarna Israel Houghton eða B.B. Winans, Marvin Winans, allir sem töluðu, Kirk Franklin, þeir sögðu að þetta ekki verið fyrir tónlist Andrew Crouch, þá væru þau ekki í dag á þeim stað sem þeir eru. Hugsið ykkur, sama ég hef sagt við ykkur hérna í mörg ár. Og Winans sögðu til dæmis sem að þeir eru mörg sískinni, B.B. og C.C. Winans. C.C. Winans er besta vinkona hennar Whitney Houston og þau sögðu einmitt ef það ekki verið fyrir Andrew Crouch þá væru við ekki í tónlistin í dag. Þannig að þetta er frábært hvernig tónlistin hans og hvernig textarnir hans snertu við allri heimsbyggðinni. Og meðan við vorum í LA þá voru yfir 1 milljón manns að horfa á þetta á netinu samkvæmt sagði netið í morgun eða semst á síðu Andrew Crouch. Við ætlum að fá brauðspurningunni næst. Við slepptum hennum daginn vegna þess að það var svo mikil dagskrá þannig að þið ætla að fara að undirbúa sig og meðan þá ætla Kitty að leiða ykkur í eina uppáhaldsslaginu okkar sem að Andrew Crouch og Sandra sömdu. Hafliða, þú að segja eitthvað? Já, börnin, ég sagði mættu að fara niður, fyrirgefðu. Þau hafa gott að heyra þessa tónlist líka. Þessi tónlist þarf að lifa, við þurfum að halda, og ég lofaði Söndru það, að þessi músík myndi lifa hér, við myndum halda áfram að syngja lögin hans. Og Kirk Franklin sagði svo skemmtilega, hann var 7 ára gamall þegar einhver kom til hans og sagði You will become the next Andrew Crouch. Þegar hann var 7 ára gamall. Hann var í kirkju og heyrði þessi lög svo þegar hann kynntist loksins tónlist Andrew Crouch. Ó, þetta lag eftir hann? Nú á hann þetta lag? Ég vissi það ekki, og á líka þetta, menn voru svo hissa og með þess að Páll Rósinkrans satt við hliðina á mér hérna út í LA og sagði Býtum við, þetta lag eftir Crouch? Við erum vön, við erum að heyra þessi lög aftur og aftur, við vitum ekki öll einu sinni þetta er eftir hann. Syngjum saman Jesus is the answer og hún Kitty raular þetta með okkur í erindin. Og þið syngjum með okkur. Sjálfsögðu syngja allir með. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him
Amen. Ætlum að ganga að borði Drottins núna. Og þakka Drottni fyrir það sem að hann gerði fyrir okkur. Það gaf líkama sinn fyrir okkur. Ég ætla að lesa í 1. Korinthubréfi 11. kafla frá versi 23, þar sem stendur: Þegar ég hef meðtekið frá Drottni það sem ég hef kennt yður. Nóttina sem Drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, braut það og sagði: Þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörðu þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði: Þessi bikar er nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Svo oft sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þið dauða Drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar Drottins óverðulega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð Drottins. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. Mér finnst þetta oft góðu tími til þess að aðeins að staldra við og leyfa Drottni að rannsaka hjarta sitt. Mér langar til þess að við tökum bara smá þögn núna og spyrjum Drottinn í hug okkar: Er það eitthvað sem ég á uppgert í lífið mínu? Er eitthvað sem er ekki rétt, sem ég þarf að laga? Gerum það núna. Tökum okkur tíma og ef það er eitthvað þá skulum við gera eitthvað í því. Við að Drottinum að fyrirgefa okkur og sem hann gerir sjálfsögðu. En það er gott að geta verið heill. Amen. Gott að vera hljóðið fram fyrir Drottni. Við skulum núna blessa brauðið. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að þú ert brauð lífsins. Þakka þér fyrir að við megum koma fram hér í dag og minnast þess sem þú gerðir á krossinum fyrir okkur. Þakka þér fyrir að þú gafst lífið þitt svo við myndum eiga lífið þér, heilagi Faðir minn. Og þakka fyrir, Drottinn minn, þú ert sá sem gefur okkur líf og heilsu, Faðir. Og ég bið þig, Drottinn Guð, að gefa okkur öllum líf og heilsu í þér, heilagi Faðir minn. Verði viljið þið með líf okkar, Drottinn Guð. Hjálpaðu okkur að taka þessa stund, Drottinn minn, til þess að minnast þess sem þú gerðir og einmitt að við komum fram fyrir þig og iðrumst þess sem við þurfum að iðrast, Drottinn minn. Og leyfum þér, Faðir minn, að fyrirgefa. Leyfum þér, Drottinn Guð, að mæta inn í allar kringumstæður. Í Jesú nafni. Amen. Drottinn minn, þökkum við fyrir þitt blóð sem hreinsa okkur af allri synd. Þakka, Drottinn minn, að þú gafst þitt líf til að við máttum eignast líf og þakka þér fyrir að, Drottinn minn, að þitt verk á krossinum er fullkomið. Þakka þér fyrir að þín síðustu orð voru: það er fullkomna, Drottinn. Þú hefur leyst okkur undan fjötrum syndar, þú hefur leyst okkur undan myrkri, þú hefur reist okkur undan ótta, þú hefur leyst okkur undan dauðanum, Drottinn minn. Og þakka fyrir þín orð sem segir: sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Þakka fyrir þitt orð sem segir að sá sem trúir á þig, hann er stiginn frá dauðanum yfir til lífsins og hann kemur ekki til dómsins. Og Drottinn, hann er komið fram fyrir því í dag og við játum syndir okkar, við játum breiskleika okkar og við meðtökum náð þína fullkomnu gjöf, þína fullkomnu hreinsun og þína fullkomnu fyrirgefningu. Í Jesú nafni við lofum þig og við týpum þig.
Amen. Og nú langar mér að bjóða ykkur að ganga hérna fram. Fremstur að hérna fyrst, komum hérna út hægra megin frá ykkur séð og göngum síðan hérna hringinn aftur inn í sætaræðarnar.
við hjörtum okkar. Gerð okkur reiðubúin að taka við þessu orði sem frá þér komið hér í dag, Faðir. Og við lofum þig, og við tignum þig, og við færum þér lofgjörða fórn hér í dag. Stattu upp ef þú trúir á Jesú. Stattu upp og gefðu honum byrðina hér í dag. Gefðu honum lofgjörða fórn í dag. Þú ert heilagur, þú ert dýrlegur, undursamlegur, friðarhöfðingi. Þú ert læknirinn okkar, þú ert frelsarinn okkar. Og við lofum þig, Faðir. Við lofum þig, 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 Jesú. Halleluja. Það sigur, sigur, sigur kraft að fá, sigur í. Jesús að þú ert frelsandi Guð. Við lofum þig fyrir að Jesús að það er líf í þínu nafni. Og við lofum þig fyrir að Drottinn minn að þú gefur okkur þetta líf, líf í fullri gnægð. Og við lofum þig fyrir nærveru þína sem er hér í dag til að leysa. Við lofum þig fyrir nærveru þína sem er hér í dag til að frelsa. Og við lofum þig fyrir að Drottinn að andi Drottins er yfir okkur. Því að hann hefur smurt okkur til að boða fátækum gleðilegan boðskap, til að opna augu hinna blindu, til að boða bandingjum lausn, til að boða náðar ár Drottins. Og ég þakka þér fyrir að sá heilagi andi er hér í dag. Og í Jesú nafni bið ég að sérhver fötur fá að falla. Í Jesú nafni bið ég að sérhvert auga fá að opnast. Í Jesú nafni bið ég að sérhverjar fangelsisdyr verði opnaðar í Jesú nafni. Og Drottinn, eins og þú kallar á Lazarus út úr gröfinni, þá vil ég kalla fram alla þá sem sitja í landi náttmyrkrana. Allir sem sitja í skugga dauðans, komi fram í Jesú nafni. Komi líf og komi ljós. Komi nýtt líf í Jesú nafni. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum þig velkomin. Við þökkum fyrir nærveru þína Drottinn. Velkomin heilagur andi. Meir af nærveru þinni heilagur andi. Og ef þú ert hérna í dag og þú veist að þú þarft á þess að halda, opnaðu hjartað þitt og hrópaðu til hans. Ef þú ert hérna í dag og þú veist að þú þarft á þess að halda, hefðu upp hendur til himins og segðu velkomin Drottinn. Segðu leistu mig Jesús, frelsaðu mig Jesús, mættu mér Jesús. Sama hvort það er líkamleg veikindi, hvort það eru erfiðleikar í heima eða hvort það er bara í þínu persónulega lífi, einhver synd sem þú ert að glíma við, einhver fjötur,
þá Jesús hér í dag til að leysa. Og hann það sem þú ert. Hann getur mætt þér í sætinu þínu. Hann getur mætt þér heim í stofu. Þar sem þú ert að keyra í bílnum þínum. Sama hvar þú ert, þá getur Jesús mætt þér. Segðu bara, hér ég drottinn, mættu mér. Og treyst honum. Treyst honum. Halleluja. Ég lofa þig, Jesús, að þú ert sami í dag og í gær og aldir. Og ég þakka þér fyrir drottinn að það þarf bara eitt orð af munni þínum. Og þá reisur þú dauða við. Það þarf bara eitt orð af vöru þínum, drottinn. Og þá falla fjödrarnir. Þá brotna hlekkirnir. Þá kviknar líf þar sem ekki líf. Halleluja. Ó, halleluja. 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 Yndislegt. Drottinn, ég þakka þér fyrir vaxandi nærveru þína. Þakka þér fyrir nærveru þína sem meiri á hverju samkomu. Og þakka þér fyrir það bæna svar, drottinn. Við höfum beðið og beðið, drottinn, að fá að sjá meira af þér á samkomunum okkar, drottinn. Og þakka þér fyrir út að heyra þá bæn. Og við viljum heiðra það bænasvar, drottinn. Hjálpa okkur vera góðir ráðsmenn nærveru þinnar. Og ég bið þig að þetta hús verði þekkt fyrir það að héðan fari enginn út óbreyttur. Héðan kemur, hingað megi fólk koma fjötrað og fara út frjálst. Hér megi fólk koma niðurdregið og fara út fagnandi. Hér megi fólk koma inn í krísu og fara út í gleði. Ó, drottinn, meira af þér og þinni nærveru. Meira af nærveru þinni. Ó, við lofum þig og við þökkum þér svo mikið, drottinn. Og ég bið þig að fá að heyra marga dásamlega vitnisburði, hvernig þú frelsar og þú snertir við. Og það bara þér að þakka og dýrðin þín. Dýrðin þín. Halleluja. 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 Amen. Yndislegt að dvelja í nærveru Guðs. Við gætum að vera heim í dag og það var góð samkoma. Ég amen við því. Hvað segirðu? 4 tíma. Bara á rennurinn í Alþjóðakirkjuna. Syngjum á ensku í smá stund. Yndislegt. Yndislegt. Það yndislegt að vera með ykkur í dag. Mér langar eiginlega bara að vera áfram í lofgjörð. Halleluja. Það líka lofgjörð að heyra hvað Guð vill við okkur tala í sínu orði. Og þetta kannski, þetta ekki vera andlegasta málefni heim að tala heilsu. Og mér finnst það einhvern hátt að vera svolítið tákar að gera það á brauðsbrotningu. Það svo mikið í því líka með drottins og lífi sem Guð gefur okkur og þetta nýja líf, þessi nýja sköpun. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman í dag í þínu nafni. Og drottinn minn, við viljum heyra frá þér. Og drottinn, þú hefur svo margt við okkur að segja. Við sérhvert svið í líf okkar. Allt sem við gerum og allar ákvarðanir sem við tökum og hvernig við lifum, drottinn. Þú hefur eitthvað gott það að segja, drottinn. Þú vilt leiðbeina okkur og þú vilt gefa okkur ráð. Og drottinn minn, ég biður heyra í dag þess að þú vilt segja við okkur og hjálpa okkur að lifa lífi sem heiðrar þig á allan hátt. Og hjálpa okkur að vera ráðsmenn þínir í öllu sem þú felur okkur. Í Jesú nafni. Amen. Þegar við fórum að predika þessa seríu þá eiginlega hélt ég við hefði kannski gert smá mistök. Af því að hvert einasta efni hefði getað verið predikunasería í sjálfu sér. Manni finnst maður geta rétt svo snert á yfirborðinu á þessum stóru efnum. En ef það eru eitthvað, ef við getum dregið þetta saman á að segja þessu 2 orð sem eiginlega binda saman allt sem við erum að tala um. Það ráðsmennska og skynsemi. Að allt sem við eigum, það gjöf. Allt sem við eigum, það í rauninni á Guð og við erum ráðsmenn. Við eigum það ekki sjálf, en við höfum það hlutverk að fara vel með það. Og sama orð og notaði Biblíun okkar, við þekkjum þetta ekki svo mikið í dag að svona ráðsmaður, eina starfið í dag sem ráðsmennska eða svona felur þetta í sér, það að þú væri að ferðast til dæmis Skotland, norðanvert og myndir heimsækja kastala. Það maður sem býr í kastalanum og hann stjórnar öllu starfsliðinu og hann hefur yfir umsjón með eigunum og viðhaldi og öllu, en hann á ekki krónu í honum. Hann ráðsmaður. Hann einhver annar sem á kastalann og ef að sá kemur aftur og það bara allir ofnar eru bilaðir og það brotin rúða og enginn búinn að gera við og svona, þá einhver rekinn. Þá finnur hann fyrir því, skiljiði. Við erum ráðsmenn. Við fáum að búa í kastalanum, við fáum að skipa öllum þjónunum fyrir, en við eigum ekki kastalann.
Það einhver annar sem á hann og við erum að fara vel með hann hans vegna. Það eins með tím okkar, hann gjöf, hver einasti dagur gjöf. Það eins með peninga okkar, allt á jörðinni drottins. Við erum bara ráðsmenn, því að svo skilum við þessu á okkur til næstu kynslóðar og þá þurfum við að hafa farið vel með. Samböndum okkar, hvernig við komum fram við annað fólk, ef við trúum því virkilega að þeir sem að játi Jesú Krist séu Guðs börn, hvernig tökum við því að fólk kemur illa fram við börnun okkar? Ekki vel. Hvernig, vitið, við erum ráðsmenn. Og það alveg eins með líkamann sem við fáum, með lífið sem við fáum, að við erum ráðsmenn. Og þegar við lesum Guðspjöllin og sjáum Jesú kenna, ef við lesum bréf Páls postula, það ótrúlega oft og bara það hefur komið mér óvart. Ég tók ekki eftir því fyrir ég fór að prófa svona að predika í gegnum kannski heila bók og þegar maður fer til dæmis í gegnum hvort sem það Rómarbréfið eða Galatabréfið eða Korintubréfin, maður alltaf í sköpunarsögunni. Það ótrúlega skrítið, ég að predika Nýja testamentið en ég bara alltaf í sköpunarsögunni. Af því að bréfin og kennsla Jesú vísar svo mikið til sköpunarsögunar. Hvernig var þetta í upphafi? Og það ótrúlega skynsamlegt. Vegna þess að staðreyndin þessi, það sama að ég alltaf mjög meðvitaður það. Það örugglega einhverjir sem koma sem eru kannski ekki rosalega heittrúaðir eða einhverjir sem hlusta sem eru ekki endilega kristnir. Það sama hvort þú ert kristinn og trúir á Biblíuna eða ert ekki kristinn, allir menn trú á því að við séum hönnuð. Sumir segja að þróunin hafi hannað okkur til að fást við ákveðnar kringumstæður eða þessi skapar á bakvið þetta sem við hannað okkur við að lifa við ákveðin skilyrði. Og það þú veist, ef þú ætlar að kaupa þér fisk til dæmis, til að eiga í fiskabúri, það fyrsta sem þú ert að spyrja þig hvers konar umhverfi þarf þessi fiskur á að halda. Þetta fiskur sem þarf að hafa hitara í búrinu? Þetta fiskur sem þarf að hafa saltvatn? Þetta fiskur sem gott að hafa svona plöntur? Og í rauninni á endanum getur það, þú veist, orðið þannig að þú ert orðið meiri sjávargarðyrkjumaður heldur en fiskbóndi. Að þú ert að hafa þessa plöntu og það ótrúlega flókið og svo þetta svona fisk og þú ert bara komið með eitthvað vistkerfi. Að þegar við erum sköpuð til þess að búa við ákveðin skilyrði. Við kannski komumst af við önnur skilyrði. Við getum kannski þraukað en það þá skert lífsgæði og styttra líf. Og við getum ekki gert allt sem við erum hönnuð til að gera. Og það alveg eins með okkur. Við erum sköpuð til að búa við ákveðin skilyrði. Sumir myndu segja að við séum kannski ekki sköpuð til að búa í Íslandi. Það má deila það. Ég var svona hugsað til bróður míns í Ástralíu í gær þegar fórum í bænagöngu frá Hallgrímskirkju og hurðin út var opnuð og maður sá svona hvítan vegg á hreyfingu, blautan hvítan vegg á hreyfingu og ég tók mynd, mér fannst það svo magnað, við vorum með svona göngukross, einhver gengur út í finnst brjálað veður til að labba hér í Fíladelfíu, það sem sumir leggja á sig til að fara á samkomu og svo alveg að hugsa við á Laugaveginum, mun einhver lemja okkur, ganga þetta með kross, gerðist ekki, amen. Og vitið, þú veist, erum við sköpuð til að búa í Íslandi? Já, við getum alltaf að lifa á Íslandi, erum ekki saman það? Við höfum heitt vatn, við höfum hlý hús og Guð hefur gefið okkur hugvit til að búa til einangrun og tvöfalt gler. Því sé Guði fyrir það. Í fyrstu Mósebók lesum við í fyrsta kafla, í versi 26, ég ætla að lesa til vers 31. Þá sagði Guð, við viljum gera mannin eftir vorri mynd, lík hann oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það var svo. Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það var kvöld og það var morgun, hinn 7. dagur. Svo lesum við í öðrum kafla, 15. versi, þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Við erum sköpuð til að búa í aldingarði, þannig að við flytjum öll í stórt gróðurhús í Hveragerði. Við erum sköpuð til að yrkja jörðina, til að gera okkur hana undirgefna. Við erum sköpuð til að hafa hlutverk. Ég lenti einu sinni í því að maður ákvæmst ekki að, já til syndir ég að kveð fyrir öðrum. Þegar ég var í menntaskóla þá fjalli einu svona mætingu. Og það
hvað var mikið afrek, þurfti að reyna mikið á mig til þess, að mæta ekki. Og ég komst að því daginn fyrir próf, ég var búið með einn áfanga sem var verklegur, það fengið góða einkunn í honum og fekk símtala ég mætti ekki taka próf og verklega áfangi sem ég kláraði, það myndi ekki gilda. Ég upplýði mikið réttlæti heimsins þann dag. Mér að kenna, algjörlega. Og þannig að ég hafði þetta 2 vikur sem ég hafði forskot á jafnaldra mína að finna mér sumarvinnu. Íslendingar auðvitað ekki að hugsa það í byrjun ársins að þau þurfa að vinna í sumar, þannig að ég gera það ekki. Nú er komið sumar, ég þarf vinnu. En ég ákvaða að nýta mér ekki það tækifæri því að ég var svo mikið fórnarlamb að ég ákvaða að vorkenna sjálfum mér og vinna bara á sama tíma á allir hinnir. Nema því ég var búin að vera heima í 2 vikur og gera ekki neitt, það var orðið svolítið erfitt að standa upp og ætla að fara að gera eitthvað. Og ég hugsa, ég þarf ekkert að fá mig vinnu alveg strax. Og svo var liðinn mánuður og ég var eiginlega bara þyrst. Eins og sem bjó heima, fæði húsnæði, gat horft á Bold and the Beautiful í sjónvarpinu, þetta var á tímum textavarpsins og ég lesi fréttir og svona, þetta var svona eiginlega internetið var ekki alveg orðið eins og það er í dag. Og ég var bara búinn að vera að gera ekki neitt svo lengi að ég eiginlega var bara orðið svolítið slitti. Og það að gera ekki neitt hafði haft mjög slæm áhrif á mig. Og ég var bara komin á þann stað að mér bara langaði ekki að gera neitt. Enda erum við sköpuð til þess að hafa eitthvað fyrir stafni. Þetta sjáum við til dæmis úr sköpunarsögunni. Og við erum sköpuð til þess að hafa hlutverk. Og ég veit ekki ykkur en hafi tekið eftir því að sérstaklega fullorðið fólk, við lærum bara það sem við þurfum að læra. Við lærum, við getum lært ótrúlegustu hluti ef við sjáum not fyrir það, ef við höfum eitthvað með það að gera. Og við sjáum til dæmis í kirkjustarfi að besta leiðin til að vaxa andlega er að taka á sig einhverja ábyrgð. Það er að fá eitthvað hlutverk, það er að hafa eitthvað að gera. Þá mætur við áskorun og alveg eins og líkaminn bregst við áreiti, þegar við fáum ábyrgð og finnum áskorun, þá vöxum við upp á móti áskorunni. Þá vöxum við og fyllum við upp í fötin. Við erum sköpuð til þess að hafa eitthvað fyrir stafni. Og alveg eins með þetta, við erum talað um heilsu í dag. Þetta hefur mikið svona andleg áhrif og bara andlega líðan. En Biblían nú talar um það að við erum sköpuð til að búa í ákveðnu umhverfi, ákveðið mataræði. Og ég var að hugsa að lesa hluta úr skáldsögu fyrir ykkur í dag, eftir C.S. Lewis, úr Game 3-leiknum, þar sem að maður kemur til nýrrar plánetu og þannig að Adam og Eva og höggormur reyna að frista og hann okkar að koma í veg fyrir syndafall. Þetta er mjög svona skemmtilega. Og hann lýsir því hvernig hann tínir ávöxt af tré og svona 2 blaðsíður lýsing á hvað það var stórkostlegur ávöxtur. Og hann bara liggur í einhverju sælu í mig og hann borðar hann stórkostlega ávöxt og fyrsta hugsunin sem kemur er bara, hann er heilt tré fullt af þessu, borða meira. En svo finnur hann að það er eitthvað svona afl til staðar sem segir svona, nei, veistu, 1 er nóg. Og hann finnur, já, veistu, 1 er nóg. Og hann finnur svona einhverja ánægju í nægjuseminni. Og svo þegar hann kemur heim af plánetunni, hann sólbrúnn og massaður og allt það. Og frekar fullorðinn maður, þetta er svona pínu áróður í þessari bók. En nægjusemi er biblíulegt prinsip sem við erum að læra áður. Við erum sköpuð til þess að hafa stjórn á okkur. Og þegar við lesum ávöxt heilags anda, þetta er svona þetta er sá kostur við ávöxt heilags anda sem er minnst uppáhald hjá mér. Það er kærleikur, hver vil ekki upplifa kærleika, gleði og friður, maður bara yes, sjálfsagi, þurfti þetta. Og þá er svo freistandi að tala um ávexti andans í fleirtölu. Ég ber bara ekki þennan ávöxt, þetta er bara 1 ávöxtur. Það er bara svo appísina, hún er með börk og hún er með kjöt og hún er með saf og steina, alveg þetta appísina eða ekki. Það er bara sjálfsagi, sjálfsagi, sjálfstjórn er ávöxtur heilags anda. Það er liður í því að vaxa andlega, að læra að hafa sjálfstjórn. Hægar sagt en gert, en Guði sé lof, að þetta er ávöxtur andans. Heilagur andi fær að bera þennan ávöxt í mér. Í Biblíunni er talað það er ýmsir lestir nefndir og í kirkjum, við erum kristinn og við erum mennsk og það er alltaf hætta á því að við fókusum á syndir sem eru ekki freistingar fyrir okkur. Heyri amen við því. Það er bara þannig að ef ég er svona rosalega meðvirkur og rífst aldrei með neitt á einblín á reiði, þessi ykkur hann er bara alltaf reiður, eins og ég með eitthvað annað skiljiði. Það er eitt sem er lítið talað í kirkjum og er kannski vandamál oft í kirkjum. Það er ein synd sem er nefnd nokkur sinnum í listum með öllum fræðilegustu syndum í heimi. Það er ofát.
Það svona versin sem að, ég skal alveg lesa alls konar, iðrast alls konar hluta, en ofátt, það svona, Guði, það ekki það eina sem við megum. Ef maður sleppir reykingunum, maður sleppir, allt þetta, svo bara hvað, megum við þá ekki borða, Guð? Jú, bara passlega mikið. Samkvæmt C.S. Lewis, þá það ákveði nautn í sjálfum sér að hafa sjálfstjórn. Ég hef eftir að upplifa það, en ég treyst honum. En Biblían talar þetta, vegna þess að græðgi synd. Og allt þetta, og þess vegna til dæmis þegar kemur að, við erum að tala hjónabandið í næsta mánuði, og þá, ég veit ekki alveg, það engin predikun sérstaklega kynlíf, en maður sér til dæmis klám, það svona, það þegar þú tekur eitthvað sem fallegt og heilagt, og þú gerir það eigingjarnt og gráðugt og ljótt, vitið þið. Það alveg sem mat. Matur stórkostlegur og Guð skapaði hann, og áður þau gátu dáið áttu þau að borða, ég vil meina að það bara gott að borða, og því að matur góður, og það bara hluti, en yndislegt að vera til og tilheyra sköpuninni. Græðgi, þá þetta orðið ljótt. Leið og við sem vestrænt samfélag erum að henda meir en 20% af öllu mat, og meina fólk sveltur annars staðar, það bara eitthvað ljótt við það, eða ekki? Og það svolítið þetta prinsip. Við erum ráðsmenn í lífi okkar. Það ástæða fyrir tölum þetta í kirkju. Halló? Yes. Nú var ég ekki góður ráðsmaður þessa tækis. Ég horfði á batterið og sagði, það sleppur. Það slapp ekki. Og það var annar hljóðnið, við vissi af honum, Við erum ráðsmenn lífs okkar, og við höfum mikla ábyrgð, og þetta ekki bara mitt, vegna þess að staðreyndin svo að Guð hefur skapað okkur með hlutverk og hann hefur gefið okkur köllun, og það mikill ábyrgðar hluti ef ég með slæmu vali og jafnvel bara með sinnuleysi stytti líf mitt verulega, eða jafnvel skerði lífsgæði mín og starfsgetu. Heilsa mín getur haft allt það að segja hvort ég næ að þjóna Guði eða ekki. Heilsa mín getur haft allt það að segja hvort ég næ að skila til næstu kynslóðar því sem mér var ætlað að skila. Ég veit til dæmis að það hefur verið bara vandamál hjá margir sem eru í þjónustu, þeir þjóna svo mikið, þeir eru svo miklum yfirsnúningi að þeir pæla ekkert í hvað þeir borða, þeir hreyfa sig ekki neitt og þeir tapa heilsunni mjög snemma. Þetta svona trend bara, þetta svona mjög, ég hef pínu áhyggjur að vera í svona áhættuhóp. Þetta er trend. Og vandinn sem kemur upp þá sá að hver einasta kynslóð þarf að læra svo mikið upp á nýtt, að það er svo mikið sem glatast þegar reynsluboltarnir týna tölunni og snemma. Það er svo mikið sem glatast þegar reynsluboltarnir get ekki verið með að því heilsan bara farin. Og það er alveg eins með kirkjuna, eins og með fjölskyldu okkar. Vil ég vera til staðar fyrir börnin mín? Vil ég vera til staðar fyrir barnabörnin mín? Vitið, þetta ef við hugsum þetta svona, þetta ekki bara spurning langar mig að borða selleri, skiljiði. Spurningin hvernig lífi vil ég lifa? Hvers konar lífsgæði vil ég búa við? Við höfum ákveðna köllun og hvort sinnum henni betur, hraust eða sjúk. Hraust að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu það líka þannig, og þurfum að vera meðvituð það, við getum lifað heilbrigðasta lífi í heimi og svo bara dettur skrúfa úr gerfinhetti og lendir á okkur. Við verðum bara fyrir einhverju algjöru óhappi. Eða við fáum einhvern sjúkdóm sem við ráðum ekki við. Það er kannski bara í genunum okkar, en það þyrrir okkur ekki þeirra ábyrgð að fara vel með það sem við höfum meðan við höfum það. Við erum meðvituð hitt, við erum meðvituð áhætturnar, ef við gerum okkar besta með það sem við höfum. Og hluti sem langar til að nefna, ef við skoðum Edengarðinn, þau fengu hlutverk. Þau voru sett í garðinn til þess að yrkja jörðina. Þau voru ekki sett í garðinn til að sitja í stól og hafa svona Excel-skjal yfir hvernig gengi nú að rækta ávexti í garðinum. Í dag að koma fram mjög merkilega rannsókn eftir rannsókn sem sýnir það að kyrrseta sennilega einn mesti heilsuskaðvaldur bara í dag. Og við vitum, það er líka sykur og allt sem gott annarkvort synd eða fitandi. Það er svona prinsip að stendur ekki í Biblíunni, það eiginlega satt. Og en svona kyrrseta, jafnvel þó þú hreyfir þig í 30 mínútur á dag, eins og menn mæla með, að ef þú situr eða ert í kyrrstöðu í 23,5 tíma á dag, þá dugar hálftíminn ekki til að vega upp á móti því.
Og það mjög merkilegt að við erum en maður hugsa bara hvernig erum við sköpuð? Við erum ekki sköpuð til að sitja allan daginn. Við erum sköpuð til að hreyfa okkur. Og það mjög merkilegt og það þarf ekki að vera maraþon í hverju viku, það þarf ekki að vera eitthvað ýkt. Það bara að vera á hreyfingu. Hafið einhvern veginn keyrt bíl sem er búin að standa í nokkra mánuði? Það mjög merkilegt. Þú keyrir bílinn, það ekkert að honum. Það ekki búið að slíta honum neitt. En hann svona dúar allur að því að sko það komið far í dekkin eftir að hafa staðið kjur þó þú pumpir í hann og svo bremsaru þá heyrist svona hljóð að því að sko bremsurnar eru orðnar svolítið stífar og bíllinn skemmist á því að standa kjur. Vegna þess að þegar hann hreyfist að þá smyr hann sig, þegar hann hreyfist að þá liðkar hann sig, þú heldur honum við með því að nota hann. Og það er alveg eins með líkama okkar. Með því að hreyfa okkur og með því að yrkja jörðina, með því að gera eitthvað sem reynir á okkur líkamlega, þá höldum við líkamanna við. Og þá fyrir blóðrásin í gang. Og þá fyrir upptaka næringarefna af stað. Það meiri sér að tala um það ef við bara leggjum okkur eftir matinn og hreyfum okkur ekki neitt, að þá taka vöðvarnir ekki upp orkuna úr fæðinni. Þetta er svona alveg, við erum ekki sköpuð til að bara sitja. Og sköpunin er allt of stórkostleg til þess að njóta hennar ekki. Það var ekki rannsókn í Þýskalandi að skólabörn voru tekin, það var borin saman hópur á skólabörnum í sama skóla, í sama námsefni. Annar hópurinn fór 5 mínútur á dag út í skó, hinn ekki. Munurinn á andlegri líðan skólabarnanna sem fóru 5 mínútur á dag út í skó var áberandi mikill og fólk grunaði það kæmi kannski eitthvað jákvætt í ljós en þau voru eiginlega dolfallin. Hvað það var dramatísku munur. Börn sem fóru út í náttúruna 5 mínútur á dag. Af hverju? Að því við erum ekki sköpuð til að vera umlukin steinsteypu. Við erum hluti af sköpuninni. Við erum sköpuð til að yrkja garðinn. Við erum sköpuð til að njóta náttúrunnar og vera hluti af henni. Og það er eitt form tilbeiðslu þar að lofa Guð í sköpuninni. Og ef við skoðum mataræði, heyri amen. Hvað segir Guð í byrjun? Hann gefur þeim sáðberandi jurtir, hann gefur þeim ávexti, þannig í byrjun voru allir vegan. Ég er ekki að fara að predika veganisma. Þá var ég mikill hræstnari, ég elska kjöt. Og þess vegna elska ég 1. Mósebók 9. kafla eftir Nóaflóð þegar Guð segir, borðiði dýrin. Og eins og góður maður sagði, ef Guð vildi ekki að við borðum dýrin, af hverju skapaði þau þá úr kjöti? Nei. Og það sama má segja svínakjöt, en hann vildi ekki að við borðum til svínakjöt, af hverju gerðu þau þá úr beikoni? Nei, kannski ekki. Það má deila um það, En mataræði, ef maður bara hugsar um það, hvað borðuðu þau? Þau borðuðu ferskt, eða ekki? Það voru engin ískápar í garðinum, engin frystikistur, þau voru ekki búin að læra að salta mat eða reykjan, þau borðuðu fersk meti. Og það er alveg ótrúlegt, ég er svona eiginlega, núna ég er svona allt sem ég þarf að laga í mínu lífi eftir að undirbúa þessa predikun, bara googlið þetta, áhrifin sem það hefur á okkur að borða eina skál af salat á dag. Og það er ekki flókið. Eins og fyrst ég byrjar að játa syndi mínar, fjalla mæningu, svo komu jólin núna, vitið, ég var með mataræði í góða lagi, svo komu jól og ég heldur sem öll þar, eða ekki, please hlægið sem ég líði betur. Og stundum maður á þeim stað að maður er svona, mér vantar einhverja orku og þá fær maður sér eitthvað sætt. Ef maður fær sér eitthvað einfalt, eitthvað að pakka sem er framönd í verksmiðju og maður vill kannski ekkert vita, hvað er neosulfatíum natriat, ég veit það ekki, ég vil ekki vita það. Eins og það sagt, ef þú veist ekki hvað það er, ekki borða það, eða það hefur fleiri en 3 atkvæði í orðinu, ekki borða það, eða með innihaldslýsingu, ekki borða það. Það er góð regla. En síðan hef ég prófað það, og það er ekki bara út af þessari predikun. Ég hef bara prófað þetta undanfarið. Eigi ekki allir gúrku eitthvað staðar á heimilinu, eða ekki? Ekki alltaf eitthvað staðar gúrka. Saman hvort þannig borðuðu ekki. Og það er eitthvað staðar tómatur og svona. Og í Simpsons, maður veit þetta er kannski svona fleiri heimilum. Ef að Marge vill fela eitthvað, hvað setur hún það? Í grænmetisskúffuna. Það kíkir enginn í grænmetisskúffuna. Fyrirgefið þið allar mömmur sem ég var að eyðileggja felustafinn eitthvað fyrir. Það er alltaf eitthvað til í grænmetisskúffunni. Og það er svo einfalt að taka einhvern kálhaus, kostar ekki mikið, einhver gúrka, tómatur og þú komið salat. Voilà. Það er ekki gúrmi en það virkar. Þú getur borðað það. Munurinn á að borða það og borða súkkulaðistykki, bragðið er kannski aðeins öðruvísi, en hvernig líður eftir á. Ég man að ætla að prófa það. Næst til langur súkkulaði, það er salat.
Já, og ef að þér leiðist, þá getur þú farið á YouTube og googlað macho-salat. Það mjög fínt. Það maður sem ætlaði að gangi í augun á konunni sinni og fannst það ekki mjög kallmannlegt að búið til salat. Og þetta alltaf sænsku. Hún var eitthvað, hætti þessu rugli, gör salat í stellet. Svo verður hann eitthvað, salat! Og fyrir að búið til salat. Og það ekki mikla þakkir fyrir. En gott mataræði, það sem við borðum ferskt grænmeti og við borðum ferskmeti og við borðum bara mat eins og Guð bjó hann til. Ekki mat með alls konar einhverjum E-efnum og aukaefnum og einhverju glærum vökva sem inniheldur D-vitamin eða eitthvað. Við borðum bara mat eins og Guð skapaði hann. Það hefur áhrif á ónæmiskerfið. Það hefur áhrif á andlega líðan. Það mjög merkilegt, það bók sem ég las sem fæst í jötunni eftir strák á mínum aldri sem hefur glímt mikið við kvíða og þunglyndi. Og við erum talað bara svona alvöru kvíðaköst. Það er svona bara fóstursetning á gólfinu og heimurinn að hrynja og bara nær ekki andanum fyrir kvíða. Og hann stóð fram fyrir því að fara að taka lyf með svo mörgum aukaverkunum, það var svona eiginlega spurning hvernig getur þetta mögulega hjálpa mér eða að reyna að finna einhverja aðra leið. Og hann fór í fyrstu Mósebók og sá að hann var skapaður til að hreyfa sig, hann var skapaður til að borða ákveðið mat og hann var skapaður til að vera svolítið úti. Þannig að hann fór að bara hlaupa hverjum degi, ekkert rosalega langt, en bara hreyfa sig. Hann kallar sig flexitarian, sem vilst ákveðlega, hann borðar mest grænmeti en svona kjöt ef hann þarf þess, nauðsynlega þarf þess. Hann getur borðað hvað sem er. Og hann lifir í dag heilbrigðu lífi án þess að þurfa lyf. Og ég veit að stundum þarf maður lyfin, en munurinn, áhrifin á andlega líðan. Og ég veit að í dag það þannig að ef þú fer til læknis og þú þjást á þunglyndi, að þá þér oft ráðlagt áður en það setið á lyf, prófað að hreyfa þig. Af því að hreyfing getur haft sömu áhrif og lyfin. Að við erum sköpuð til að hreyfa okkur. Að við erum sköpuð til að vera út í náttúrunni. Að við erum sköpuð til að borða lifandi mat. Ekki eitthvað dáið dót úr dufti eða einhverjum orðum sem við kunnum ekki að bera fram. Og það mjög áhugaverð rannsókn sem ég langar til að segja ykkur frá, svona í lokin. National Geographic var að gera rannsókn fyrir að skoða langlífis samfélög, þar sem að meðalaldur var hærri en alls staðar í heiminum. Og það var á Sardiníu, sem eyja rétt við Ítalíu. Þar var langlífis samfélag, fólk sem lifði rosalega lengi, þau borðuðu bara svona sardínur og ólívur og svona fest allt saman og dásamlegt. Svo var einhver eyja í Japan, ég held að það var Okinawa, það var líka svona mikið sjávarmeti og grænmeti og fest og allir lifðu og voru 1000 ára. Og síðan það voru nokkur samfélög, það var svo sorglegt og niðurdrepandi að vita að það var sýnt mynd af afa og ömmu á Sardiníu að borða einmitt sardínur og ólívur og svo stóðu barnabörnin með poka af frönskum. Og það var svona, já, þetta var langlífis samfélag. Allstað voru langlífis samfélögin deyjandi, eins kalt að það kann að hljóma, nema eitt. Það var eitt langlífis samfélag sem vaxandi og mjög áhugavert rannsóknarefni og það var í Loma Linda í Kaliforníu. Það sem mest hæsta hlutfall sjötudags aðventista sem búa á einum stað. Og það sem svo merkilegt það að þau taka fyrstu Mósebók mjög alvarlega. Þau borða mest sáðberandi jurtir, borða mest grænmeti, þau halda hvíldardaginn mjög heilagan, taka hvíldardeginum alvarlega og þau hreyfa sig og að meðaltali lifa karlmenn í þessu samfélagi 7,3 árum lengur en aðrir. Bara það mjög marktækur munur, er það ekki? Meðalaldurinn 7,3 ár meira en hjá öðru fólki. 67% ólíklegri til að fá hjartaáfall, 80% ólíklegri til að fá krabbamein og það einhver læknir sem sagði það er svo vont að starfa hérna, þegar þú segir fólki að sé veikt, þá móðgast það. Bara þú ert komið með bara eitthvað mein í ristilinn, veistu hvernig ég borða vinur, alveg hérna. Það var bara álag að vera læknir, að fólk bara móðgast eða veikist, að það þetta svo heilbrigðir. Og í þessu bæjarfélagi, þá bara í stærsta kjörbúðinni, þá færði varla kjöt, þetta svona alveg skrítinn bæn fyrir mig, og ok, það gott viður, það hefur kannski einhver áhrif. En það sem svo áhugavert, að þetta samfélag sem lifir heilbrigðu lífi byggt á biblíulegum forsendum. Það svolítið merkilegt. Kristna trúin, Biblían var með þetta löngu á undan nýöldinni, krakkar. Í alvöru talað. Hvað við að pæla að sé bara einhver jógagúru að tala heilsu? Svona í alvörunni. Við erum með formúluna hér. Af hverju við bara eitthvað, að lifa óheilbrigðu lífi og svo byggjum við bara fyrir lækningu?
Það alveg tala, krakkar. Þetta er svo við stundur hlegið að því að þegar hjólastólastæðið í kirkjunni var sett hérna við tröppurnar niðri. Veist, við tröppurnar, krakkar. Ég var svona, annarkvort er þetta hugsunarleysi eða mikil trú. Bara þú leggur, bara, búm, skiljið. Veist, ég veit ekki alveg hvort það var. En hérna, það er búið að færa það núna. Það er komið á betri stað. Þetta er svona, stundum eru við svo kærulaus. Við syngum svo mikið upp á náðina. Það skiptir ekki máli hvort ég lifi lengi að stutt ég fer til himna hvað sem er. Já, hvernig lifir þangað til? Erum við góðir ráðsmenn? Kannski vill Guð að þú gerir eitthvað. Kannski vill Guð nota þig í ellinni. Kannski vill Guð að þú sért vitnisburður fyrir barnabörnin þín. Kannski vill Guð að þú hafir heilsu meðan þú lifir. Að sjálfsögðu eigum við að vera ráðsmenn yfir því sem Guð hefur gefið okkur og fylgja leiðbeiningum hans. Vitið, borðum ekki drasl. Ekki láta hvaða rusl sem er ofan í okkur. Ekki vinna svo mikið að við brennum út. Ekki lifa svo lokuðu lífi að við förum aldrei út og njótum sköpunarinnar. Að við fáum aldrei ferskt loft í lungun. Að við hreyfum okkur aldrei. Guð gaf okkur hjarta til þess að nota það. Láta það hafa svolítið fyrir tilverunni. Pumpa svolítið. Því líður örugglega betur. Og eitt af því sem í hérna Loma Linda, hjartasjúkdómar, það var mjög merkileg saga. Það var saga af maður sem var 95 ára. Hann heitir þetta og það þurfti nýja girðingu í garðinn hans og í staðinn fyrir að hringja í iðnaðarmann að þá gerði hann þessu bæjarfélagi að gera. Hann fór út í búð og keypti girðingarefnið, svo gróf hann holurnar og hann smíðaði girðinguna sjálfur. Viku síðar var hann staddur á sjúkrahúsi þar sem hann framkvæmdi hjartauppskurð á manni sem var miklu yngri en hann, 90 ára gamall maður. Og svo var bara að tala upp, hann var hann í seinni heimsstyrjöldinni eitthvað starfandi. Þetta er bara maður sem átt mjög langt líf og verið aktífur allt sitt líf að hann hafi farið vel með heilsuna. Hann hafi farið vel með þessum Guð hefur gefið honum. Að sjálfsögðu eins og ég sagði áðan, þá ráðum við ekki við allt. Við getum fengið veikindi sem eru alls ekki okkur að kenna og meira sér oft bara til dæmis krabbamein, það er algjörlega random. Það er ekkert sem við höfum gert, það bara kemur upp. En það er ekki afsökun fyrir því að fara samt ekki vel með þessum Guð hefur gefið okkur. Og mér er að hvetja ykkur bara, gefa ykkur svona praktísk ráð. Hefur einhvern tímann prófað að halda matadagbók? Það er mjög áhugavert. Ég hef einu sinni gert það, því að mér var svona eiginlega, ég var svona hálfpínu til þess og undir smá þrýstingi. Og eftir fyrsta daginn, ég þurfti ekkert heila vikur, ég þurfti bara 1 dag og ég var bara hvað? Mér fannst ég vera að lifa sæman í heilbrigðu lífi, því að ég fékk mér alveg pítsu með heilhveitibotni. Yes. Og það var alveg svona, og ég fékk mér súkkulaðrúsinur með dökku súkkulaði. Þetta var svo, ég var alveg að velja svona heilbrigða kostin í þetta saman. Þetta er lífrænt lakkrís. Og það var samt bara eitthvað, heilhveitipizza, dökkar súkkulaðrúsinur, lífrænt lakkrís, og kók, að ég búin að vera svo hollur í dag. Bara 1 dagur á nóg fyrir mig, ég man það. Það er mér til app, ég er með app í símanum sem heitir bara, this is what I eat, og ég bara logga inn allt. Ég er með slögt á kaloríuteljaranum, maður getur haft hann með, vitið, og bara svona sjá, bara hvað er ég að borða? Það er mjög áhugavert. Það er rosalega lærdómsríkt og ég manaði til að prófa það, bara pæla í þessu, hvað er ég að borða? Prófaðu að taka þér bara ákveð, hverjum einasta degi þá ætti ég að labba í 10 mínútur. Getur gert það í hádeginu í vinnunni, labba kringum húsið, sama hvernig viðrar, komdu bara með úlpu. Prófaðu það, gáðu hvað þér líður ekki betur. Og þú getur jafnvel verið að afkasta meira eftir hádegi en fyrir hádegi. Prófaðu að standa upp reglulega í vinnunni, ekki sitja bara við borðið, og sumir kannski vinna við að hreyfa sig, en margir sitja, prófa að standa upp, láta klukkurnar pípa, korters fresti, hálftíma fresti, standa upp og hreyfa þig. Gáðu hvort þér líður ekki betur. Bara þessi litlu, auðveldu skref. Prófaðu að sleppa öllum vökva í heila viku nema vatni. Að drekka bara vatn, sem er svona vökvinn sem við erum hönnuð til að drekka. Það var ekkert kók í einningarnum. Það voru örugglega kaffibunnur einhvers staðar. Ég veit ekki hvort þú eru búin að læra að búa það til, en prófaðu þetta. Gáðu hvernig þér líður og gáðu hvaða áhrif það hefur á lífið þitt. Og að lokum, það sem var mjög áhugavert við þessa rannsókn, sem kom fram í þessari rannsókn ég las svolítið mikið þetta samfélag hérna í Loma Linda. Og kannski ættu við bara öllum flytja til Kaliforníu, ég veit ekki. Kannski er það bara lausnin. Þeir eru að mér frá nokkrum let the church say amen. Og það sem kom fram í rannsókninni var að
þessi miklu áhrif, þessi mikli munur, 7,3 ár í meðalaldri meðal karlmanna, þetta rugl. Það var ekki bara mataræðið og það var ekki bara hreyfingin og það var ekki bara það að þau héldu hvíldardaginn. Að það var sýnt fram á það að það voru bein tengsl milli þess að þau áttu trú og að þetta gekk allt saman upp. Það er fullt af fólki sem borðar hollan mat. Það er fullt af fólki sem hreyfir sig. En það nær ekki þessu háa meðalaldri. Og það kom fram í rannsókninni að það sem gerði gæfumuninn var þetta fólk á frið við Guð í gegnum Jesú Krist. Það var ekki alveg orðað þannig, en það var samt það sem það þýddi. Og ef þú ert hérna í dag og þú ert að hlusta á mig, þá vil ég benda á versið sem að Páll postuli skrifar Tímóteusi, þar sem hann segir, líkamleg æfing er til margs nytsamleg. Hún er góð. En guðhræðslan er til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheiti bæði fyrir þetta líf og hið komandi. Hvað græðir maðurinn á því að fá rosalega magavöða en glata sálu sinni? Ég lifði rosalega góðu lífi og var rosalega hraustur, en þegar lífið var búið, þá var það sko búið. Að þá beið mín ekki gleði og himnaríki og hamingja. Þá beið mín dómur og þá beið mín dauði. Það gagnast ekkert að eiga frábæra heilsu í þessu lífi og sóa svo eilíðinni. Ef við eigum ekki frið við Guð, þá eigum við ekki neitt sem máli skiptir. Og þó svo við höfum allt hitt, þá gengur það ekki upp, þá vantar eitthvað í formúluna. Þangað til við eigum frið við Guð í gegnum Jesú Krist. Og þess vegna finnst mér svo viðeigandi að tala um þetta á brauðsbrotningu. Fyrir það sem Jesús Kristur gerði fyrir okkur á krossinum, þá getum við eignast frið við Guð. Jesús er heilnæmasta fæða sem við getum meðtekið. Hann er brauð lífsins. Jesús er heilnæmasti drykkur sem svalar þorsta sálarinnar. Hann er vatn lífsins. Og Jesús býður hverjum einum, komdu til mín og ég skal bera byrða þínar. Komdu til mín og ég skal svala hungrið þínu og ég skal svala þorsta þínum. Ég skal gefa þér frið. Og þú ert hér í dag og þú hefur prófað að hreyfa þig og prófað að borða hollan mat, en þú hefur aldrei meðtekið Jesú Krist sem frelsarinn, þó þú hafur ekki borðað hollan mat og hreyft þig. Ef þú hefur aldrei meðtekið Jesú Krist sem frelsarinn, þá býðst þér tækifæri hér í dag. Komdu og eignastu frið við Guð. Komdu og eignastu eilíft líf þegar þessu lífi sleppir. Komdu og eignastu líf hér á jörðinni sem er þess virði að lifa því. Það eignastu í Jesú Kristi. Og mér fannst það svo dásalegt þegar ég var að lesa þessa rannsókn þetta samfélag sem lifði svona lengi og það var talið upp allt með mataræði og það var talið upp eins og kom fram svona í lokin, en það sem við sjáum að gera þetta svo sérstakt og það sem þetta gengur svona mikið upp, það sem að tengir þetta allt saman, er að þau eiga reglulegt samfélag við Guð. Og í samfélaginu við Guð eiga þau samfélag hvert við annað og það gerir þetta að svo heilbrigðu samfélagi. Það gerir þetta að svona heilbrigðum hópi sem lifir þess vegna miklu lengur og á betra líf með þau lifa. Þannig að tökum gönguna með Guði alvarlega, tökum ábyrgðina og ráðsmennsku okkar með líf okkar alvarlega. Hugsum heilsuna, hugsum mataræði, hugsum hreyfingu, en hugsum líka samband okkar við Guð. Er ég að lifa fyrir Guð? Er ég að lifa fyrir eitthvað sem gefur mér tilgang? Í garðinum þurftu þau tilgang. Þau voru ekki bara að njóta sér í sólarlandafríi, þau ættu að yrkja jörðina. Þau ættu að gera jörðina sín undirgefna. Þau ættu að vera frjósum og margfaldast. Þau fengu hlutverk, þau fengu ábyrgð. Ég og þú við höfum hlutverk. Ég og þú við höfum ábyrgð, við höfum verkefni. Stærstu áskorun í heimi að koma fagnaðarriturum Jesú Krist til allra manna. Ísland í dag er næstu því óplagður trúboðsakur. Þú þarft ekki að fara til útlanda. Þú getur bara labbað niður götuna. Þú getur labbað blokkina hérna. Við höfum verk að vinna og við þurfum all okkar krafta til þess. Skulum enda því biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert Guð sem ert svo praktískur. Þakka þér fyrir að Drottinn minn að það er ekkert svið eða svæði í líf okkar sem að þú hefur ekki áhuga á og þú hefur ekki áætlun fyrir. Og Drottinn minn, ég bið að gefa okkur náð til þess að vera góðir ráðsmenn líkama okkar og lífs okkar. Drottinn, ég bið að gefa okkur visku til að velja, gefur okkur visku til að taka réttar ákvarðanir og velja réttar stefnu. Og Drottinn minn, ef það er einhverjar hindranir í vegi fyrir okkur, ef það er eitthvað sem við upplifum að fjötrar okkur á þessu sviði, þá biður Drottinn að þú gefur okkur lausnir, að þú sýnir okkur leiðirnar. Þú sýnir okkur eitthvað praktískt sem hentar okkur, eitthvað sem við getum gert til þess að fara vel með líkam okkar, líf okkar og heilsu okkar.
Og Drottinn minn, svo bið ég fyrir einum og sérhverjum hér í dag. Drottinn, ef að vantar þetta stóra púsl sem tengir þetta allt saman, sem er samfélag við þig. Heilagur andi Guðs að bjóða þig velkomin. Drottinn, ég bið að þeir sem ekki þekkja þig mættu finna nærveru þína. Ég bið Drottinn minn að þeir sem ekki hafa meðtekið þig inn í líf sitt mættu finna kærleika þinn umvefja sig og mættu finna hvernig þú lífglýðlega og laðandi kallar til þín. Og Drottinn minn, ég bið líka að gefa þeim djörfung til þess að stíga fram og koma og taka á móti þér. Hleypa þér inn í líf sitt og hefja þetta nýja líf, þetta eilífa líf. Þetta líf sem svo innlega þess virði að lifa í Drottinn minn. Og svo bið ég Drottinn minn að þú blessir þennan söfnuð og allar kristnar kirkjur á Íslandi, Drottinn. Hjálpað okkur að vera samfélög sem endurspegli þig í einu og öllu. Gefðu það að við séum samfélög sem eru þekkt sem uppspretta lifandi vass. Að hingað geti fólk komið og það fær þorsta sínum svalað og það fær hungur sitt metta, Drottinn minn. Faðir, í Jesú nafni þá biðjum við þú hjálpar okkur til þess og við felum okkur þér í Jesú nafni. Amen. Ef þú ert hér í dag og þú vilt fá fyrirbæn, þá verður fyrirbæn hérna inn í hliðarsalnum. Og þú ert hérna og þú er aldrei hleypt Guðinn í lífið þitt, þú er aldrei eignast Jesú Krista frelsaraðinum, þá hvet ég þig til þess að bíða ekki með það eina sekúndu. Þú er búin að tapa allt miklum tíma hingað til, ekki tapa einum degi viðbót. Komdu fram og við biðjum með þér og stöndum með þér á þinni göngu. Skulum eiga smá tíma í lofgjörð meðan fyrirbænin fer fram, svo er samfélagið þetta niðri eftir samkomuna. Spennandi vika framöndan og tímar. Amen. Já, þá komið að lokum þessari samkomu hjá okkur í dag. Heilsan, það ekki svo lítið mál að horfa og vert að horfa í og mjög margt sem að Helgi sagði er til umhugsunar og skulum taka alvarlega.
Því að það eins og hann sagði að við okkur ætla hlutverk og þá spurning hvernig við göngum fram í því hlutverki og okkur gefin þessi líkami til þess að vinna í og starfa í, misjafnlega sterkan, en hann getur alltaf notað okkur, alveg sama hvernig, en við skulum fara vel með það sem hann hefur gefið okkur. Og ég gæti haldið áfram lengi hvað það og hvernig við getum gert það, en ég skora á þig að skoða hvað það ef þú ert ekki þegar í einhverjum hópi eða í einhverju hreyfingu, að skoða hvað í kringum þig og hvað það sem að bæði náttúrulega þú getur, af því að oft getum við meira heldur en við höldum, og hvað það sem að þú hefur gaman af. Sumum nægir það að fara út að ganga og það ekkert yndislegra heldur en að fara út og ganga og tala við Guð, tala við Jesú, því að hann með okkur. Hann getur farið með okkur og þegar að maður langt niðri, allan veit ég það fyrir mig að þá finnst mér ekkert betra heldur en að fara út í roki og rigninguna og hreinlega hrópa til drottins, vitandi það að það kannski enginn sem heyrir í mér nema drottinu auðvitað. Og það skiptir náttúrulega mestu máli að vera með hann með sér í liði. Og og finndu, og ég ætla að minna líka á að alfanámskeiðið, ef þú þekkir ekki þessa biblíuna sem hann var að tala að væri öll uppskriftin af öllu í, að þá að byrja hjá okkur á morgun klukkan 7 annað kvöld í kirkjunni okkar í Hvítasunnu kirkjunni, þá að byrja alfanámskeið sem að hjálpar okkur að þekkja orðið og bara fræðast meira það hvað það sem að Guð að segja í orðinu. Þetta frábæri námskeið, alveg meiri háttar, og það matur innifalinn í námskeiðinu. Þannig að þú fær bæði næringu fyrir anda, sál og líkama. Skulum biðja saman. Heilagi Faðir, ég þakka þér drottinn Guð fyrir að þú gefur okkur visku og vísdóm, heilagi Faðir. Hjálpaðu okkur að vita hvað það hvaða leið við að fara og hvaða leið við að velja, drottinn Guð. Hvort sem við að fara út að ganga eða hlaupa eða á skíði eða bara hvað sem drottinn minn og Guð. Hjálpa okkur að velja líka skynsamlega það sem við að fara að gera, og með mataræði, drottinn minn, að þú opnar augu okkur fyrir því hvað það sem gott fyrir okkur og hvað hollt fyrir okkur, því öll við misjöfn. Já, drottinn Guð minn, ég bara bið þig, heilagi Faðir, og leið okkur áfram í dag og komandi viku, heilagi Faðir, í því bara að mæta þér og bara leita þín, drottinn Guð, í öllu sem við gerum, drottinn minn, og öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Hvort sem í vinnu eða skóla, drottinn Guð, eða heimavinnandi, hugsum börnin okkar, drottinn minn og Guð, hvað sem það heilagi Faðir, hjálpa okkur að leita þín í öllu, drottinn Guð. Já, heilagi Faðir, og svo bið ég bara að blessa alla þá sem voru hér í dag og að hlusta, drottinn minn, eða horfa, og bara áframhaldandi vikuna. Ég þakka þér, drottinn Guð, í Jesú nafni. Og ég þakka þér bara fyrir að hlusta og vera með okkur í dag, og ég bara skora þér, vertu velkomin í kirkjun okkar vertu velkomin á Alfa, og kíktu líka á bara inn á netið, það eitthvað þarna úti sem að bíður þín, eitthvað spennandi og eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir í dag, verið sæl.